Þú ert að hlusta á Mjólkurhúsið. Samtöl á milli verka. Í þættinum í dag hún Auður Vala. Auður rekur ferðaþjónustu á Borgarfirði eystra sem heitir Blábjörg, sem bara dásamlegur áfangastaður sem við hvetjum alla til að kíkja á. Hún bauð okkur í kaffi, við rædduð ferðalagið, bæði varðandi ferðaþjónustu en aðallega í kringum íþróttalífið. Hún hefur í mörg ár verið sterk og mjög áberandi í fimleikum, í þá aðaleikum Hött og svo í gegnum önnur verkefni. Auður segir okkur sögu sína og lærum hvað hún hefur að segja. Heil og sæl Auður, velkomin í Mjólkurhúsið. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér. Bara takk fyrir að taka mót okkur. Heyrðu, ég langar að byrja á að spyrja þig. Þú hefur náttúrulega verið í alls konar hlutverkum í gegnum tíðina. Þar sem niðurstaðan kemur náttúrulega ekki alveg strax fram, hvort sem það í fimleikum eða ferðaþjónustunni eða því líkt. Hvað í þeirri vinnu tekur lengri tíma en fólk gerir sér almennt grein fyrir? Ég held að þessi vinna sem er á bakvið allt, alveg sem að hvað maður er að gera. Þú veist, fólk sér kannski ekki, að hluti til það sem þú ert bara á gólfinu, en svo er allt svo vinna sem liggur á bakvið, eins og bara skipulagning, tölvuvinna, og já, bara allt þar í kring. Já, þannig að raunin bara eins og oft eins og við þekkjum bæði bara úr okkar störfum að bara vera út í horni með skjáum fyrir fram að sig. Það liggur við, já. En hvernig er þessi daglega ábyrgð? Eins og bara við horfum þvert yfir allt sem við gert ekki tíðina. Er það eitthvað sem hefur ég ætla ekki að segja stigið til höfuðs, en hefur eitthvað fundið fyrir því í gegn árinu? Með ábyrgðina? Já. Ég veit ekki, maður bara tekur að sér verkefni og þá bara einhvern veginn fer maður alla leið. Og ég held að ég sé á einhverju rófi, alveg pottþétt, vegna þess að ég mér finnst í stundu verða bara einhver hestur með bara svolítið, með eitthvað fyrir augunum og svo bara held ég áfram, hálfgerð að röra sín í sjálfu sér? Já, pínlítið þannig, ég veit ekki, ég veit ekki, mér finnst ég bara alltaf þurfa að standa mig og gera hlutina vel. Því að það er það sem held ég að skilja árangri, ef maður fer all in og gerir það heilum hug, ekki hálfum hug, og hefur metnað fyrir því sem maður er að gera, þá held ég ég vil trúa því og að það skilja árangri til lengri tíma, náttúrulega. Já, algjörlega. Og náttúrulega nummer 1 og 3 að hafa gaman að hlutunum, það er alveg. Náttúrulega við væri sennilega ekki í öllum þessu verkunum sem við nema við hefðum gaman af. Akkurat. En ef við förum kannski aðeins í byrjunina hjá þér, náttúrulega við kynntumst fyrir fjöldamörgum ánum við 2. Já. Það var nú þegar þú og Helgi fóruð í verkefni til Blábjörg. Já. Og við ræddum nú aðeins að við byrjum að taka upp þessa byrjun. En ef við förum aðeins aftur á það, ert þú hérna austan eða? Já, ég er eiginlega bara nánast 100% austfirðingur og svo húnvetningur. En svo amma mér sagði, það væri besti hlutin, húnvetningshlutin. En ég er austfirðingur, já. Það er ég. Og þannig að þú ert bara uppalinn hér og kemst í skóla og allt þetta. Og fórst einhvern tímann frá Austurlandi? Já. Þegar ég var 16 ára, þá fór ég suður og fór í fyrirbrautaskólann Ármúla. Það var draumur hjá mér langaði til að læra dans. Og ég fór í jazzballett í bænum og þaðan yfir í aerobikið, hólfimina, og ég bara eiginlega heillast af öllu þessu. Og þetta ár sem ég var í jazzballett, þá lærði ég rosa mikið sem að ég bara nýtti mig seinna meir í því sem öðru sem ég tók mig fyrir hendur, og hólfimina ég basically ennþá að kenna. Þú er samt alveg ennþá með eins og þessa víðfrægu Zumba-helgi. Já, það er kannski bara eitt af því sem að eitt áhuga málunum. Já. Það er svo skemmtilegsta helgi ársins. Ég skal trúa því að þannig meða við stefningu sem að sé, nú hef ég sjálfur aldrei mætt á Zumba-helgina. Nei, og átt eftir að gera það. Það er eins og það eftir að draga mig pottið einn daginn í það verkefni, en þá tekur maður alveg eftir því hver stemningin er gífurleg á Egilsstöðum, fólk er að koma, fórst ekki með flugi eða keyrir í gegn og er að stoppa og útrétta áður en að fer á Borgarfjörð. Og þannig að maður tekur alveg eftir því og kannski bara vegna sem maður með innvinklar í verkefnið. Já. Að þá er maður meira meðvitaður hver spenningurinn er. Já. Og svo þegar
þegar afurðin kemur tilbaka eftir helgina á samfélagsmiðlum og annað slíkt sko. Og en þannig að þú fórst suður í nám, var það lengi eða? Nei, ég var í 1,5 ár fyrir sunnan og kom svo heim og á þeim tímapunkti að þá byrjaði ég að kenna þolfimi. Hólfríður, sem sagt, eða Hófía svo kallum hana, hún var ólétt og hún eiginlega bara, já, þú varst í allt í þolfimi fyrir sunnan, ég hef trúað þér, þú bara tekur við að mér. Og þá var það í gamla íþróttahúsinu og ég man ekki ennþá hvernig fyrsti tími fór, en þá sem sagt stóð alla konurnar í hring og kennarinn í miðjunni og ég man að Hófa, og ég var rosa stressu í þess að ég hef náttúrulega gera allt fyrir þessu konu. Og ég hoppa bara inn og ég hoppa ekki, hún Hófa eitti mér inn neila. Það var bara þannig, mér líður þannig. Og svo bara loka hann hurðinni og það er svona lítill gluggja hurðinni. Já. Og ég man sko, hún stóð fyrir hurðinni og horfði bara á mig kenna og þú veist, ég ætti ekki geta hlaupið út. En þetta allavega gett það vel allavega að ég er ennþá að kenna í dag. Já. Þarna er ég 18 ára. Já, þú ert svona ungur og byrjar. Já. Já, og hvað ert að kenna lengi út af því að sko, ef við tölum ef við segja á slæmir íslensku svona identifier, svona það sem fólk er þekkt fyrir, þá lengi vel varstu þekktir að vera Auður Vala fimleikar. Já, sko, ég náttúrulega fyrir síðan, sko, á þessu tímapunkti þá tökum við stelpurnar svolítið við keppninu sem vorum æfalt að sama fimleika, sem byrjuðum fimleikum. Þá tókum við líka þessu sama tíma við þjálfurinni í fimleikunum og það eru svona góða kempur eins og Elva Rún og Íris Lind og og fleiri sem bara ákveðum Sigga Valdís og sem ákveðum bara að láta ganga og vorum að kenna þarna bara mjög ungar en rosalega áhugasamar. Við kennum rosalega margt skemmtilegt og síðan fer ég sem au pair til Kanada eitt sumar þegar ég 20 og var svo sem ekkert maður ákveð hvað ég ætlaði að gera þegar ég kemi heim, ég veit það voru bara 3 mánuðir og þá hringdi ég mig og spurt hvort ég vilja vera íþróttakennari í framhaldsskólanum á Höfn og kenna líffærafræði, íþróttafræði og alla pakkan og ég bara rétt skriðan úr menntaskóla sjálf og ég svo alltaf bara já og kendi og fekk líka þarna íþróttakennslu í Nesjaskóla og kendi svo náttúrulega þolfimi hjá frænku minni sem var með heilsuhættastöð þar, hún Guðrún Ingvarsdóttir og sjálfsögðu fimleika. Þannig þetta ár, og ég var hérna 1 ár og þetta var mjög busy en rosalega skemmtilegt ár. Já. Þannig að við getum alveg svona slegið bara strax og först að hreyfing og lýðheilsa hefur bara verið hluti á þínu lífi frá upphafi. Já, það má ég segja það sko. Og en svo, ok, þannig að þú ferði þetta og kemur, en svo áður en langt og líður þá ertu tekin við fimleikadeildinni hjá Hetti það ekki? Jú, ég fer þarna í íþróttakennarskólann og þaðan fer ég til og kendi alltaf leikfimi með því og var hjá fimleikadeild Selfoss líka og svo kynnist ég manninu mínum sem var við námi Noreg og þá flýi ég þangað eða fór með báti reyndar og þar fer ég að vinna á heilsuhættastöð sem er ein dýrmætasta reynsla sem ég hef fengið. Ég byrjaði náttúrulega bara kunni náttúrulega ekki norskuna eða neitt, en fekk strax bara fyrst að kenna sem var alveg ótrúlegt og fljótlega er ég komin sem sagt sé ég líkamsræktarsalinn og Norðmenn er náttúrulega mjög undan sinni til samtíð þannig að þá er ég sem sagt að vinna í teimi við sjúkraþjálfara sem var æði og það var mikill skóli fyrir mig og svo fljótlega því er ég bara aðstoð framkvæmdastjóri í stöðinni, og ég var mikið sá alla kennara, allt nám hjá þeim og undirbúning og kennslu. Þannig þetta var ofsalega góður skóli og fá þetta tækifæri út í Noregi, þú veist, ég lifi ennþá í dag þegar ég bara, ég lærði svo mikið og bara það var dásamlegt að vera þarna. Og þaðan kem ég svo heim og ég held áfram að kenna náttúrulega þolfimi bæði í Reykjavík og vinna náttúrulega í enga þjálfun á vegum heilsuhættastöðva í rauninni og var líka á Selfossi í stöðinu þar sem ég rak einmitt í 1 ár með vinkonum minni. Já, þú kallið þið náttúrulega frá Selfossi eða ekki? Jú. Og svo á meðan að öllu þessu þá var ég ólétt en ákvað með allir kennslu þá dreifum mig og lærði blómaskreitingar í Garðyrkjuskólanum
Ég veit þetta. Ég blómaskreyti líka. Þú ert blómaskreyti líka? Sem að ég svona, fannst mjög skemmtilegt, svona kreatíft og svo bara kemur þeirri sem sagt ákvörðun að Helga byggðist að kaupa talanstofuna hérna fyrir austan og við flytjum í kjölfarið. Þannig raunin það, með því endið hérna aftur fyrir austan. Já, á sama tíma var mér boðin stór framkvæmdastóra staða úti í nýrri stóri heilsuræktarstöð sem kitlaði verulega þá líka. Þá hér á landi eða úti? Nei, úti í Noregi. Já, úti í Noregi. Já. En valið var að koma eitthvað austur og sem að við náttúrulega bara sjáum ekkert eftir heldur því að svo lengi sem þú hefur vinnu og verkefni þá líður manni bara vel. Ég skal taka alveg undir þetta með þér, sko, ég tala bara fyrir sjálf á mig. Náttúrulega það endaði með því að ég sjálfur stakk niður rótum hér fyrir austan, en ég hef alveg sagt eins og mín ákvörðun að það skiptir mig engu máli í dag, sko, ef við myndum flytja eitthvað annað innan Íslands eða erlendis. Fyrir mér það ekki stór mál að fara eitthvað annað hérna, og búa þar. Sérstaklega bara vegna þess að sko, ég vald að nota lífuna, þú veist, fjölskylda mín, þar rætunum mínar, hvort sem ég sé á Íslandi, Noregi eða einhvers staðar í heiminum, í fullri einlægni þá bara skilji það skiptir ekki máli hvar maður nákvæmlega. Nei, og eins og segja, maður hefur líka bara vinnu og verkefni og þá held ég að þá svona, þá pluma maður sig. Já, algjörlega. Og hérna eins og, en vegna sem við erum búin að tala svolítið hérna fimmleikana. Já. Ég svolítið fór nú bara eins og margir sem þekki mig vita þá hef ég nú aldrei verið fimmleikum eða verið svona mikið og hópíþróttum en þurftirðu snemma að læra þú veist að lesa hópin og stemninguna eða var það eitthvað sem bara þú varst með frá upphafi eða var það eitthvað sem þurftir að læra? Sko ég vil nú bara sko ég hef alltaf litið á bara hvaða aldur maður með þú veist maður þarf svolítið að svona þú veist setja sig í þann gíð með þann aldur sem maður með og það hefur aldrei þú veist ég vart ekki að þjálfa allan aldur en þú veist þú kemur ekki eins fram við hvern hóp fyrir sig og engin tveir hópar eru eins og ég vil nú líka meina bara þjálfarastarf og er 80% sálfræði og þú ert bara að kenna þessum einstaklingum bara reglur og bara hvernig að koma fram og virðing og náttúrulega fimmleikar er agagrein, mikil agagrein og ég hef ekkert vikið út frá því eins og maður getur kannski sagt bara því hérna handriti og þau læra rosalega margt í fimmleikum sem ég held að læra kannski ekki á mörg öðru stöðum eins og þau læra líka annað í öðrum íþróttagreinum en svona já, þannig að þetta er svona þú þarft að hafa ákveðna aðlöguna hæfni og kannski geta líka svolítið lesið í hópa. Algjörlega, neðal gaman nú ferðin og agan líka, þannig að náttúrulega við þekkjum það náttúrulega bæði bara sama hvað hluturinn er í lífinu, að maður þarf að hafa góða nervur líka, en fannst þér erfitt að vera þá bæði með aga og nervuru við þá sem þú þjálfað? Nei, mér hef aldrei finnst það. Ég veit ekki, þú veist, svo náttúrulega er það bara þannig að sumi fíla mann og aðrir ekki og það er bara gangur lífsins en maður svona reynir að gera þetta þannig að þetta líði vel og hérna og auðvitað koma upp alltaf einhver erfið aðstæður og einhver mál, þetta er ekki alltaf dans rósum og í mínu starfi þá fór ég fljótlega að hafa samband við skólan sem að skólan er hérna í hérna Fljótsdalshéraði eða Múlaþingi sem er í dag og því að hérna vandamálin er ekki bara einu stað þetta fyrst með þeim og þetta samstarf sem var alltaf í gangi það vil ég meina hafi skilað góðum árangri og svo þegar félagsþjónusta kemur seinna inn við vorum svolítið í svona brautryðjendur því að fá sem sagt aðstoð með börnum með frávik og það bara maður sá einstaklingana bara breytast og blómstra og já Þannig að þið rauninni fóruð það að ná bænum með ykkur í lið Já. Þá til að halda utanum ef við fókusum kannski einhverjum á börnin eða Já, og mér fannst það ekkert mikið mál á sínu tíma sko. Mér fannst alls það vera vilji til þess að öllum iðkandum og nemendum líði sem best og við vitum sko vel að hreyfing er svo mikilvæg fyrir alla ekkert bara börn og úlinga, þetta fullorðna líka en þetta hjálpa líka mikið börnum sem eru með frávik
Algjörlega, ég skal alveg kaupa þau. Já, og ég náttúrulega á sjálf barn með frávik og það bara til dæmis að vera með dýraheimilinu, það skiptir rosalega miklu máli. Já. Þannig að það er svo margt sem að getur hjálpað, en hreyfing er svo undirstaða margs, það er undirstaða eiginlega alls þroska og allt sem að þú lærir í skóla er talið vera jafnvel, þess að það er bara sannað að hreyfing styður við alla þessa grunnþætti. Já. En svo við fyrir kannski aðeins áfram. Ég veit að nú kann ég ekki að útskýra, þú kannski leiðir eftir mig að ég fyrir með rangt mál. Þú sast í stjórn líka hjá Fimleikasambandi Íslands, ekki rétt hjá mér? Ég satt ekki í stjórn. Nei, ég satt ekki í stjórn, en ég var lengi vel í fræðslunefnd Fimleikasambands Íslands og við vorum nokkur þar og ég var nokkur mörg ár í þeirri nefnd og lögðum grunnað að ýmsu þar og bara frábært að fá taka þátt í því starfi. Svo hef ég nú setið einhver svona minni nefndum innan ISI en hjarta mitt hefur náttúrulega verið svolítið fimleikarnir. Þegar ég kom tilbaka þá svona vissi ég alveg ég myndi halda áfram með allt sem við kemur lýðheilsu og heilsueflingu sem ég vann við í svo mörg ár og líka við starfsendurhæfingu og aðstoða fólk til að komast út sem virkir einstaklingar aftur. En ég ákvað fljótlega að ég myndi vilja styðja við fimleikana bara til þess að gefa eitthvað af mér og líka bara vera svona litlu stað, þá er svolítið mikilvægt að hafa þetta framboð. Að krakka geti valið. Alveg hygglust. Og þannig að eins og segi, ég var bara nokkuð vel gift og maðurinn minn, hann tók við börnunum þegar hann kom heim úr vinnunni og þá fór ég í fimleikahús, eða niður í íþróttahús, ekki fimleikahús, íþróttahúsið og það sem við djöfluðust þarna með góðu fólki, með rosa mikið góðu fólki og frábærum ungmennum sem hafa gert deildina því sem hún í dag. Já, algjörlega. Og það alveg segir sjálft að það ekki þetta byggja svona upp einn, það náttúrulega fólki sem með. En hvernig var þá sérstaklega þessum tímas þegar þú varst í þessu nefndum og að vera bæði á gólfinu og að vinna þá innan kerfisins? Var það eitthvað sem var stægilegt eða? Mér finnst það bara ekkert mál. Ég meina, þú veist, það náttúrulega tölusamskipti, ég fór reglulega á fundi suður og þau svona stíluðu líka svolítið mikið upp að það ef ég væri á ferðinni, en það var nýtt hannig og svo var það bara mikið tölusamskipti, var bara með alveg frábæru fólki og maður var svona, vel innviklaður í bara starf Fimleikasambands Íslands, náttúrulega sem yfirþjálfari líka og náttúrulega líka frábæra stjórnir allan tíma sem að ég fannst mér, því að stjórnirna voru náttúrulega mínir yfirmenn. Þannig að það má ekki gleyma því að þótt ég var yfirþjálfari að þá var ég með stjórnir sem eru yfirmenn rauninni okkar sem á gólfinu. Algjörlega. Og það náttúrulega vinna líka með þeim. Þannig að þetta bara rosalega margir sem koma að svona einni íþróttadeild og bara og íþróttastarfinu í heilsinni. Þetta byggir svo mikið upp á fólki sem hefur áhuga og vill styðja við bara greinin og börnin sín Algjörlega. Og það bara, nú þekkir maður það bara úr öðrum íþróttum líka. Svo ég veit nú aftur í mína reynslu, þú veist, það litla sem ég tekið þátt í eins og í körfuboltanum. Þegar maður sér alla sjálfboðaliðina bara leik. Og það er hápunkturinn á leiknum. En svo gerir maður grein fyrir að það er rosalega vinna á bakvið þennan blessaða leik sem maður sér. Og ég bara ætla að vera svo einfaldur og segja að það er ekkert minna eins og þegar kemur að fimleikum eða fótbolta eða öðrum. Nei, þetta er það sama. Þetta er bara í gegnum alla íþróttahreyfinguna og því miður þá í dag, það finnst mér bara, ég ætla ekki að vera neikvæð, ég veit allir að gera sitt besta, en við megum ekki gleyma því, þú veist, allir vilja að það sé margt í boði, eins og ég nefndi áðan, en það er bara ekkert sjálfsagt. Þegar þú veist, við þurfum að foreldrum að halda og börnin þurfa á því að foreldrar sé kringu þau og styðja starfið, því það líka hjálpa þeim að iðka sína grein hver sem hún er. Ég er ekki bara að tala um eina grein, ég er bara að tala um alla greinar. Nei, þetta er eins og ég skal alveg viðurkenna að bara það sem ef við setjum fókusin kannski bara á íþróttafélagi hérna á Egilsstöðum. Nú var ég daginn að skoða drengurinn okkar konunnar, hann svona var að lýsa því yfir að hann vilji fara að gera eitthvað. Og ég skal viðurkenna fyrir í mínum huga var það þeim tíum það voru fimleikar, körfubolti, fótbolti, búið. Svo fór ég loksins inn á síðun og fór að skoða sem ég boði
og ég skal viðurkenna það að sjá sko þarna var til dæmis júdó og það var blakið og veist, þetta var meir en bara einhver 3 aðalgreinar. Já, við frjálsara taekwondo og nákvæmlega. Það bara fullt í boði, sko. Og það bara þannig að, og þá, ég skal viðurkenna fyrir mig sem aðfluttur á svæðið, og þá svona átt út af því að náttúrulega Höttur alltaf verið þetta stóra virðulega vörumerki eða þetta lið, og þá fekk maður aðeins meiri dýpri innsýn hvað Höttur orðin í dag. Þannig að bara, og það maður að hugsa til þess hverjir standa á bakveit, þá svona, já, þetta kannski meira og minna hálfu bæri sem svona með puttana í þessu. Já. Þú veist, og sami svo þegar, núna síðastliðið sumar 2025 þegar við vorum með unglingalandsmót á svæðin hjá okkur. Og það var sko, að getur ekki fullirt líkuð annar hver héraðsmaður sem tók þátt í því verkefni. Ég meina, svona verkefni ekkert framkvæmdaleg nema að samfélag standi saman að því og ég til dæmis að reka fyrirtæki í dag og frekar svona mjög upptekin á sömurinn og ég hef verið náttúrulega komið að í öllum unglingamótum hér og einn á Höfn sko, ég setti 5 stað þar þegar 5 voru svona að byrja unglingalandsmótunum og svolítið skemmt að segja að það var dóttir mín sem sá það með núna. Jú, en það ég rætti mikið við hana. En ég hringdi mitt í og sagði bara, ég get verið þarna, ég get ekki látið unglingalandsmót líða og ég taki ekki það. Og ég hló svolítið því ég var að smíða samlokur og svo ég kom svolítið aðra stöðu því ég hef oft verið svona, þú veist, annarkvæmt fagstjóri eða, já, síðan svona, hvað heitir það upphafsatrið og ýmislegt sko, en nú var ég bara að gera samlokur. Þú veist ekki framkvæmda og það var líka bara ógeðslega skemmtilegt. Við ástafum alveg frábært. Ég sko, öll hlutur eru mikilvæg þegar kemur þessu. Ójá. En þú minnist aðeins á fyrirtækið sem Blábjörg. Já. Ég held að við komumst nú ekki hjá því aðeins að renna yfir hvað Blábjörg er. En í þínum orðum, hvað myndir þú segja og hvað Blábjörg? Herðu, Blábjörg áfangastaður sem náttúrulega bara staðsettur á austasta hluta Austurlands. Þú komst ekki mikið lengra. Nei, á Borgarfirði eystra. Á Borgarfirði eystra. Og við sem sagt erum með gistingu, mismunandi gerður gistingu, svona sem að hæfir svona, segjum bara alls konar budgeti, svona á lélegri íslensku, og við erum með veitingastað og við erum með spa. Já. Og við erum með brugghús. Svo rekum við veitingar, kaffihús á meðan lundin kemur. Já. Við svona, og maður segja við opnum þegar hann kemur og við lókum þegar hann fer. Hafnarhúsið og höfninni. Yes. Nú það hefur nú verið sko, það nú áfangastað sem margir sækja á sem eru jafnvel ekkert að fara að koma við á veitingastarfum ykkur á hótelinu á Blábjörgum. Já. Og opniði bara leið og lundum kemur? Já, við opnum við 1. apríl og hann að koma svona kringum 10. Hann svona aðeins verið að koma fyrir núna síðustu 3 ári fyrir mér. Já. Og svo lokum við reynda 1. september en hann að fara svona kringum 10. ágúst. Já. Hann hefur ég nú alltaf með að hann fari bara strax til Vestlumannlíki. Já. Þá haustu komið og maður byrja bara rútinu aftur. Já. Maður svona hangir lengi á þessum 1-2 sem eftir. Já. En það líka maður þekki það nú bara sjálfur í sínu störmi ferðarþjónustu að þó það sé 1 eða 2, þá eru erlendi ferðarmenn virkilega ánægðir að sjá þessa 1 eða 2. Já. Þannig að það bara verður svolítið þétt í stíganum á einum punkti. Já, það alveg bara beðið og hort og... En þá spurningin sko, því að þú hefur greinilega unnið mikið með að vera með skipulag. Mikið að baka tjöldin. Hefur eitthvað upplifað tókstrit þá milli fólks og skipulags eða hvað sem þarna horfið þvert yfir eins og fimmleikana eða vera í þessu blessaði EHF-i? Nei, þú veist, ég veit ekki eitthvað að mér eða. Já, ég hef ekki upplifað þá. Nei, þú veist, maður bara með það gott fólk í kringu sig. Ég vil bara meina það. Í fimmleikunum, þú veist, bara frábært fólk og bara vilja og foreldra og flott ungmenni sem að byrja að þjálfa ung og það sama með Blábjörg, ég verið með gott fólk í kringum mig, fólk sem að trúir á sýnina og vill vera með mann í þessari vegferð. Það kannski ekki allir sem kannski, sko þetta bara, ég vil kannski ekki alveg líka þessu saman. Þetta náttúrulega sko. Þetta alveg tvennt
skóli. Þetta ykkur ávöxtur, það alveg. Já, en samt þetta, það samt þetta svona áreiti og svona, já, þú veist, kannski henta mann ágætlega, þú veist, fannst svolítið erfitt að koma úr íþróttahreyfingunni yfir í ferðaþjónustuna, kannski vegna þess að ég þekkti hann ekki neitt, algjörlega blautur bak við eyrun, með maður þekkti allt í íþróttahreyfingunni nánast, maður fór kannski svolítið úr svona ákveðnu öryggi yfir eitthvað nýtt og ég held að allir hafi gott af því, því að lífið náttúrulega breytt skóli. En ég svona, veistu það, ég bara fór bara með allt sem að ég hef lært í íþróttahreyfingunni bara með mér og ég vil bara meina það sem þú lærir í íþróttum, bæði sem ég bara sem uppalinn hérna í íþróttafélaginu í Hetti, bara allt sem ég tekið með mér og lært þar, það tók ég með mér og það hefur bara hjálpað mér. Þú veist, þegar þú ert svona mikið í, þú veist, maður var í skóla og maður var að þjálfa og maður var að æfa og maður var að kenna, þú veist, leikfimi, þú veist, þetta var bara skipulag. Þú veist, þetta bara snýst allt að vera skipulagður og svo náttúrulega bara að virkja fólkið í kringu sig. Algjörlega. En mér hefur tekist betur að gera kannski seinna árin, en bara þar á móti hefur bara verið með svo gott fólk sem bara hefur auðvitað bara, þú veist, stopp hér, þú veist, nú gerum við þetta og þú veist, þannig að þetta hefur bara verið alveg báðar áttir og mér finnst bara að ég held að ég geti bara þakkað því sem ég var að gera í gegnum tíðana, þú veist, allt sem tengist hreyfingu og lýðhelsu og allt þetta skipulag það fimmleikarnir, ég held að þetta ég bara tók bara það þekkingu með mér og reyndi að yfirfæra hana yfir á það sem ég var að byrja á í ferðaþjónustunni sko. En það náttúrulega bara þessi vegferði að ferðalag sem fyrir mig gegnum, maður náttúrulega fær mikið verkvar sem maður getur nýtt, þú veist, þó þau séu kennt í, eins og í þínu tilfelli í kringum fimmleikana eða við íþróttahreyfinguna. Ég held að hún eigi alveg jafnvel við eins og segir bara í öðrum bransa, hvort sem ferðaþjónusta eða veitingasala eða hvað það sko. Og þannig að alveg hiklaust. En segð mér Auður, einhver kostnaður eða fórnarkostnaður sem fylgir að vera ábyrgur eða ábyrg til lengri tíma? Já. Svona eftir ég svona aðeins elst og kannski pínlítið þroskast. Já. Að, sko, þú veist, ábyrgðartilfinningin náttúrulega mismunandi í fólki og ég hef stundu sko að ég kannski farið, já, ég rosalega samviskusöm, myndi ég segja og fullkomna áráttan hefur svolítið farið með mig gegnum tíðina. Þú veist, ég með rosalega fullkomna áráttu og ég bara þetta svolítið læra að lifa með henni. Já. Þannig að það svona stundum, þú veist, eins og bara kannski konu vita að bara, þú veist, já, bara eitt konur, heldur bara því að ert með fjölskyldu og þú ert með börn og heimili og það voru náttúrulega margar helgar, þú veist, ég var náttúrulega lengi vel elst náttúrulega bara og svo var ég mikið með ungu krökkum með mér sem voru bara alveg frábær að maður var svolítið vakin og sofin yfir deildinni. Já. Ég skal bara viðurkenna það og margar helgar í burtu og passa upp að allt sé rétt og passa upp að börnin og allt svona gangið þokkalega. Svona stundi fannst mér ég þurfa að setja fjölskyldan og svolítið á hakan. Já. Svona aðeins, já. En á móti reyndi maður að nýta aðra tíma til þess að vera og gera eitthvað annað með fjölskyldinni. Og síðan fer ég ferðaþjónustunni, sko mér fannst alltaf vera, þú veist, í fimmleikunum var rosa mikið vinna, en svo fer ég ferðaþjónustuna, mér finnst meira áreiti þar og það kannski meira í húfi vegna þess að maður hefur líka verið að byggja, þú veist, þurft að leggja náttúrulega peninga í það sem maður er að gera og þetta maður er að leggja svolítið mikið í þetta verkefni. Miklu stærra veðmál í sjálfum sér. Já, og þannig að maður þarf svona að vera rosa mikið að tánum þar og að sjálfsög vera vakin og sofin yfir fyrirtækjunum. En ég var ekki síður við því heldur í fimmleikunum og er það ennþá, fimmleikan er rosa stóra staði hjarta mín og ég er ennþá að þjálfa og myndi vilja þjálfa meira því þetta er að skemmtilegast sem ég geri, það er að kenna hóptíma og vera með fólki sem vil byggja sig og fimmleikar en hins vegar þetta hittverkefni er bara allt öðruvísi, það er bara allt öðru toga og þannig að ég svona hlæstundum að því þegar maðurinn minn sko fór í nefndina til að byggja neitt fimmleikahús og hann sagði alltaf Auður, þegar komin í fimmleikahús hættur í fimmleikunum
Já, þú minnist á Fimleikahúsið, aðeins að gripa fram fyrir þér. Náttúrulega, sko, það kannski væri gaman að vita hvernig var aðstæða þegar þú byrjaðir hérna á Egilsstöðum með Fljótsdalshéraði fyrst að kenna. Voruð með eitthvað heimil en gæsalappa eða bara var þetta sett bara inn í næsta sal og þið þurftu bara að redda ykkur? Já, við vorum alltaf inn í bara íþróttasalnum og þegar ég tek við, þá voru held ég eitthvað í kringu 40 iðkendur. Hún var svona hún hafði nú alltaf verið miklu stærri, það var einhver smá látið þarna og mér fannst bara gaman að byrja og sett mér náttúrulega ákveði markmið náttúrulega, allir setja sér markmið það ekki. Jú, að sjálfsögðu. Og svo bara jógst bara fjöldi iðkenda og þetta var alltaf stærra og stærra og þetta fór í öðru verkefni til hliðar hjá mér, þetta var svona svipað svo þegar Helgi keypti frystihúsið það er alltaf eitthvað eitt sem fyrir svona aðeins að taka yfir. Jú. Og það var þannig að við vorum komin rosalega marga tíma í íþróttahúsinu og hefði þurft miklu fleiri þegar iðkendur voru komnir alveg 250 þegar mest var, 250-60 og við vorum bara ekkert að ná annað þessu og endurleysi biðlistar og svo var Fjarðabyggð farin að vilja koma inn og svo framvegis og leið var fótboltinn að stækka, körfuboltinn að stækka og allir vildi sitt og þetta var svolítið togstreita og þannig að það var svona, okkur var boðið sem sagt ýmsar leiðir þessi ár sem ég var þarna. En ég segi það sem betur við þrjóskaðast ég við vegna þess að þetta var engin lausn. Mér finnst oft hérna í mínum heimabæ sem ég er bara upplað því ég er uppalinn hérna, það er alltaf þessar tímabundnu lausnir sem leysa ekki neitt. Þessar reddingar. Og ég var ekki tilbúin og kannski og í staðinn þá náttúrulega kannski var maður náttúrulega vann við ömulega vinnuaðstæður sem að ég held að enginn hefði gert í mínu sporum. Nei. Bara hreinskillega sagt og bara krakkarnir sem að ólust upp hérna í Fimleikunum og þjálfararnir og allt, veistu það, þeir eiga bara fálkaorðuna skilið með hvað við lögðum á okkur. Já, ættu við ekki bara að gera héraðsorðin og allir þessi krakkar sem eiga og þjálfara, þú veist, þetta er bara þessi krakkar og ungmenni, þú veist, þau eru bara dásamleg. En síðan, þú veist, það var boðið, þú veist, að gera grifju ofan í gólfið á íþróttahúsinu. Það hugsaði með mér, nei, það virkar ekki, það eyðileggur allt fyrir körfubolta og þú veist, og það er ekki sama dekkun í gólfinu. Við reyndum fellahúsið og það var ekki alveg nógu stórt og það var ekki nógu stór lóð til að stækka. Þannig að við vorum alltaf komin einhvern upp að segja og ég vildi ekki sjá þess að tímabundnu lausnir því að það hefði eyðilagt líka fyrir annarri grein. Og síðan fer nefndastað með honum Davíð á Davíðsstöðum, margir þekki hann, og hann bara fer í verkefni og fær rosalega flott fólk með sér og María Kristmunds leiði verkefni ásamt fleirum og það verður til þetta Fimleikahús sem er bara svo frábært og þetta var lausnin vegna þess að við vorum komið með 26 tíma í íþróttahúsinu, okkur vantaði miklu meira og draumur alltaf geta líka verið með sem sagt Fimleika fyrir alla, ekki bara keppnishópa. Þetta var svolítið svona erfitt að láta allt ganga, sumbönd vilja keppa, önnur ekki og það er bara svo frábært, þú veist, að því við getum lítið á þetta líka, nú er ég svo æst líka litið á þetta, sko, minn draumur var alltaf að vera eins og Fimleika fyrir alla sem er bara meira svona líðheilsu efling fyrir börn sem vilja hreyfa svo skemmtilegan hátt en ekki endilega keppa og þetta er svo mikilvægt að hafa og þetta hús kemur og er náttúrulega bara bylting fyrir allt íþróttafélagið. Já. Því að bara við förum út þá myndast rými og bara gott dæmi það, við erum núna með Fimleikahúsið, við erum með íþróttahúsið og við erum með fellahúsið og til dæmis erum við búin að vera með Zumba þar í mörg ár og okkur sem sagt var sagt að fara úr fellahúsinu vegna þess að það vantar tíma bara fyrir íþróttafélagið. Þannig að þú veist, það er rosalega margt í gangi og hérna þannig að þetta var draumur minn, þetta var alltaf svona þetta langtíma markmið var að sjá Fimleikahús rísa. Svo reis eitt stykki í Fimleikahús. Hvað ár var það sem var tekið í notkun? 2019. Það er 2019. Ég man það svo greinlega vegna þess að ég var fengið til að taka sköflustunguna og sama dag fekk ég þá greiningu að ég var með krabbamein. Við fékkstu krabbamein? Já, og ég einmitt hvíslaði að því að þeirri sem að tók sköflustunguna með mér, sem hafi barist líka við hlið mér að fá Fimleikahús í tíðina. Þannig að þetta voru svona,
þetta voru svona blendan tilfinningar en ég get alveg sagt þér að Fimleikahúsið tók alla gleðina. Ég skal alveg trúa því. Já, hinn var breytt til hliðar. Þetta hefur ekki kannski, við ætlum að kafa eitthvað rosalega djúpt í krabbameinið en hvernig var það þegar þú fær greiningu, náttúrulega nóg að gera fyrir, þurftir þá að hægja á þér eða? Nei, þú veist, ég fór náttúrulega bara gegnum ákveð ferli sem að brjóstið var tekið af mér og tók tíma að jafna sig og ég náði alltaf að vinna með. Okay. Já. Ég bara, þú veist, hef ég lagst niður og alltaf vorkenna mér eitthvað eða það hefði bara ekki virkað. Ég er bara þannig manneskja, ég verð bara að halda mínu virkni og það er bara mikilvægt þegar þú lendir í einhverju er að halda þinni virkni eins og þú getur. Já, alveg klust. Og mín virkni var bara svo góð. Hún var bara, og ég þakka líka, þú veist, ég er náttúrulega bara heilbrigð að eðlisfari 7-13 og alltaf hreyft mig og lifa þokkalega heilbrigðu lífi. En það fekk maður líka, heyrði það svo til bæ að hvað fekk hún krabbamein, hún sem að drekkur ekki og reykir ekki og lifir heilbrigðu lífi en það er ekkert spurt af því þegar svona kemur, hvort sem að það er krabbamein eða hjartaáföll en eitt svoleiðis en maður græðir alltaf á því að hafa lifað heilbrigðu lífi, held ég. Ég var fljótan á mér þótt að ég hef verið með svolítið eftirmála en ég náði að vinna og ég steig þá aðeins út úr Fimleikunum í 2 ár en vann á fullu í Blábjörgum, nota bara það orku mína þar að því við vorum byggja upp fyrirtæki þannig að var svona kannski mikilvægur punktur að ég væri þar. Já. Það var ég bara snilt að velja hafna. Þannig að þú lætur henni af yfir þjálfarastöðunni á þessu tíma? Já, á sama tíma þá sem sagt kom nýr yfirþjálfur haustið af því að mér fannst líka bara komið tími á nýtt blóð, það er náttúrulega ekki gott að vera alltaf með sömu manneskjuna forever og þá var bara komið tími á nýtt blóð og ég var sátt en ég vissi alltaf að ég myndi aldrei hægt að þjálfa held ég, það er bara þú veist ég held ég eftir að þjálfa eins lengi við get þótt ég sé kannski ekki þjálfa mikið í dag þá hef ég verið að taka fyrst og annað bekk og ég veist fínt að byrja með grunninn og bara kenna þeim og hvernig að hefða sér og hvernig að stunda greinina og svo orku frá litlu börnum? Já, þau eru æði og svo fekk ég fara aðeins inn í eldri hóp núna í haust, það var svolítið erfitt af því að það var kannski orðið aðeins svo mikið því ég er að kenna líka fullt í Zumba og öðru en þetta gefur mér rosa mikið, ég vil meina að þetta haldi mér gangandi. Ég bara hygglust, ef ég tala verið sjálf um mig, ég geti sagt það, eins og þeir á mínu heimili hjá mér og konunni, það er augljóst að mér er farið að leiðast, þá er ég reikin út úr hús og farið að gera eitthvað. Já. Þannig að það eru nokkra manneskir á þessari jörð sem þurfa að hafa einhverja bolta á lofti og helst 2 eða 3. Já. Þá er kannski spurningin, það sem náttúrulega búin að minnka aðeins þjálfunina og kannski ferðarþjónustan þannig að vera fyrir mér hjá þér. Þú ert nú sennilega búin að svara þessu en var eitthvað fannst þér erfitt að skipta umhverfi án þess að rauninni skipta sjálfa þig, ef orðið þannig? Nei, veistu, ég lít bara oft á verkefni sem verkefni. Bara svona hvert verkefni fyrir sig? Já, og ég bara fór inn í þetta af því að ég þurfti þess líka og þá kom aftur þetta að það eru margar áskoranir að reka fyrirtæki á svona litlu staði svo Borgarfirði Eystra og þetta er kannski eitthvað sem ég og maðurinn minn ákveðum að styrkja við samfélag okkar á Austurlandi þannig að gætu við gert eitthvað gott og hjálpa þessu litla viðkvæma samfélagi að kannski að fá annað fyrirtæki inn í bæinn og skapa líka heilsustörf, það voru markmið okkar og það er bara rosa margt búið að gera síðan þá og eins og segi þetta eru áskoranir og við erum náttúrulega bara endalaust með áskoranir að þegar við höfum tekið ákvörðun að reyna að vera mótið allan ásins hring sem er ekkert sem að margir vilja halda við séum pildi geðbiluð að gera, minna flesti loka yfir allavega 4-6 mánuði á ári en við höfum ekki gert það. En snýst þetta ekki líka bara það að þjónusta heimamenninu líka? Jú, við höfum líka svona, það var líka kannski eins og við erum að bjóða beimsa viðburði og reyna að gera eitthvað því að mér finnst líka mikilvægt að þótt að maður sé kannski með ferðaþjónustu og ferðamannastað
að þá ekki síður að við eigum að hugsa nærsamfélag, gera eitthvað fyrir það líka. Ekki bara það líka þá Borgarfirði heldur bara, ég hugsa bara Austurlandi í heildseli. Algjörlega. En það sko, þið hafið nú verið með eins og í aðdraganda jóla. Það hann verið ekki tíðin eins og jóladagurinn og svo náttúrulega þegar bjúknaveislan hefur verið. Jú. Og ég skal alveg segja fyrir mína parta að heyra af þessum viðburðum og hvað sem að kemur ekki, en fyrir þá sem sækja þessa viðburði þá þetta brýtur svo mikið hversdaginn í myrkurinn og vetunar. Já, nákvæmlega sammála. Já, við erum komið fasta viðburði sem við byrjum rauninni með bara strax í október og svo hefur við verið með jólahlaðborð eða aðventuhlaðborð sem ég kalla það, svona sem að þetta við nú kannski tökum ekki marga en þetta svona meira kannski svolítið heimilisnótum. En svo bara svolítið gaman að breytast. Ég hef verið svolítið aðgættur fyrir því að það rosalega mikið að gera aðventunni og við hefum verið að fá auknum mæli bara fyrirtæki sem vilja gera hlutina fyrr. Í október, byrjun nóvember og jafnvel í janúar. Janúar dauður mánuður. Það hefur engin neitt að gera og við hefum verið að fá svolítið fyrirtæki til okkur í janúar. Það bara búið til ívett fyrir þau. Vegna þess að þá svo auðvelt að komast það heiman og þú veist, þeir sem eru með fjölskyldur, þeir vita alveg hvað ég er að tala. Það svo margt eitthvað skólarnir, leikskólarnir og svo náttúrulega bara íþróttirnar. Þú veist, það engin pása. Og svo koma ofan allt annað þá þetta jólahlaðborð og alls konar viðburðir og það margt í gangi og mér hefur líka þessa stefnu, það eru nokkuð fyrirtæki sem hafa verið að leita til okkar og við verðum að koma bara með viðburði í október og nóvember. Eru það fyrirtæki hérna á Austurlandi? Já, á Austurlandi. Já, á Austurlandi. Já. Og ofan alltaf Þorvaldsvertíðina? Já. Það var að koma frá svona, ég myndi segja frá svona 13. og til, svona 7. janúar til kannski 15. Ég ekki að tala margir, en við höfum verið að fá alltaf svona eitt fyrirtæki og mér setja bara svo frábær hugsun. Nei, það algjörlega bara, sko, nú þekkið við bæði úr hvaða janúar og bara fram á vori óbúslega rólegu tími í ferðarþjónustunni. Og bara það að fá einhver verkefni svona, þó það sem með eitt í mánuði, það lyfti manni svolítið upp í peppinu. Já, það skiptur okkur náttúrulega máli líka við sem erum með fólki í vinnu, þá bara hver viðburð eða fólk sækir viðburð, það bara, við komum ekki út plús, en bara það geta borga launin og rekið það, að þú veist, ef fólk að koma til okkar, þá það raunin bara stiðið veita samfélag til þess að borga fyrir eistra. Algjörlega, en svona áður en við förum svona að koma okkur á seinni hlutan, eigið þú og maðurinn einhver tengingu á Borgarfirði eða? Ég á ekki mín að rekja þangað. Svona aðeins svona aftur, já. Já, þannig að það rauninni ástæðan að Borgarfirði verið fyrir valinu fyrir einhver ástæð. Já, mamma og pappi áttu hús þarna líka á þeim tíma þegar þetta var svona fyrir eitthvað mjattlast og þá svona, þá verður þetta kannski, getur sagt þetta ævintýri til. Já, enda sko, ég skal viðurkenna það að svo kannski ljóstum við hvenær við hittust fyrst. Þá það þegar þið eru nýbúin að kaupa fristuhúsið á Borgarfirði, segast hið gamla fristuhús. Já. Og þá var ég náttúrulega vinna í drykkjasölu og þá kemur tíminn og hittum á fundi og segja, já, við erum frá hótel og svo sýnum við myndir af fristuhús og ég skal viðurkenna, ég hafði ekki framtíð að sýna sem þið hafðið, en náttúrulega bara var tilbúin að hlaupa á stað og gera eitthvað flott með ykkur og svo sjá þetta í dag við hvað var þetta ekki 2015? Já, við opnum gisthúsið 2011 og 2017 opnum við veitingastæði. Þannig að ég hef trúlega hitti þarna 2016-17. Já, það getur passað. En þetta náttúrulega eins og, fyrir það sem velta fyrir sér til hljóð, þá þetta uppþvotavélin að pípa hérna. En segir mér auður svona áðurum fyrir maður slítur þessu, maður þekki alveg sjálfur sko, í mínu persónulega verkefni, maður stundum ber með sér heim verkefnin úr vinnunni. Ertu enn þar eða ertu búin að ná að gera skil á milli heimilis og vinnu? Það hefur alltaf verið pínlítið svona erfitt vegna þess að ég hef alltaf verið með vinnuaðstöðu heima. Já. Þegar ég var með fimmleikana þá var ég með skrifstofu heima og svo náttúrulega Borgarfirður alveg klukkutíma frá, ég keyri mikið á milli, þannig ég er með skrifstofuna heima. Þannig ég rosalega vön að vinna heima. Já. Og þá hefur maður alltaf bara þurft að vera með þessu góðan sjálfsaga og skiplaður. Þetta hefur líka haft ákveðna kosti með sér að
maður getur líka verið með svolítið sveigjanlega vinnutíma, sérstaklega maður með börnin, þannig að það líka kostur. En við hjónin eru svolítið þannig að við eigum til að sitja svolítið lengi yfir hlutunum og ofta á kvöldin og nú eru börnin farin að heiman og þá svona erum við kannski ekki alveg með nógu skýr mörk. Ég skil þannig að þau eru ekki kvarta lengur yfir þessi að tala um vinnuna. Nei, en auðvitað, þú veist, þetta er bara kostur og gallar. Já. Að þegar þú ert með vinnuna heima hjá þér og skrifstofu, þá er rosalega auðvelt að hoppa alltaf þangað inn. Þannig að maður er oft bara að fara, þú veist, í tíma og tíma. Og ég, þú veist, svara póstum og svara starfsfólki og þú veist, þannig að, og svo til með síminn að borga fyrir því hann tengist yfir minn síma. Þannig að ég get aldrei slögt á hann að ég er stundum að kenna, þú veist, hóptíma og þá hringir síminn hjá mér og þá er það kannski þar ég bara, sorry stelpur, það er bara, þetta er Blábjörg og það er kannski bara, halló, hérna. Þannig að þetta er í raunum og þegar þú ert með fyrirtæki þá er þetta bara svolítið 24/7 og þegar ég var með fimmleikana þá bara ég rak fimmleikana alltaf sem eins og bara fyrirtæki, þú veist, ég leita á þetta bara sem ákveð fyrirtæki sem þyrfti að reka sig þú veist, maður þarf alltaf að passa upp á fjármagn og annað slíkt og þannig að þegar börnin voru sofna á kvöldin þá fór ég og satt við tölunum kannski frá 9 til 12 á kvöldin í gamla daga, eins og maður get sagt í gamla daga þannig að maður svona fann sér tíma bara til þess að líka skila vinnuskyldinni Algjörlega, ég held að við séum búin að mala alveg nógu í bili bara Auður, takk innilega fyrir að koma í Mjólkurhúsið. Já, takk fyrir tíma og takk fyrir að bjóða okkur til því. Já, það var bara mista máli. Það bara gangi þér vel með þitt verkefni. Já, það sömuleiðis, en það hafa verið spennandi að fylgjast með hvað gerist á Borgarfirði næstu árum hjá okkur. Já. Ég hef einhverja tilfinningu að þetta sé alls ekki búið. Nei, það er alltaf ekki spennandi í gangi. Það er greinilegt að Auður hefur farið ýmsar leiðir, prófað ýmislegt og vitaskuld þá haft kjark til. Við þökkum henni kærlega fyrir samtalið, fyrir sögurnar og fyrir að gefa sér tíma á milli verka. Ef þú vilt kynna þér ferðaþjónustuna Blábjörg Resort en frekar þá hvet ég þig eindregið til þess að skoða heimasíðuna hjá þeim eða á samfélagsmiðlum og hvað þá Zumba helgina sem er nú framundan á næstu missurum. Og það, ég held að þú getur allavega ekki látið leiðast í þeirri gleðisprengju. Mjólkurhúsið er unnið í samstarfi við Austurfrétt sem við viljum þakka fyrir stuðninginn. Þangað til næst, takk fyrir að hlusta.